Hér á Möðruvöllum í Hörgárdal hefur engin prestur verið búsettur undanfarin 2 ár. Nú hefur hins vegar heldur betur færst líf í prestbústaðinn því nýráðinn prestur í hinu nýja Dalvíkur prestakalli er fluttur hingað. Við skulum heilsa upp á hann. Takk hérlega fyrir að taka á mót okkur hér á prestssetrinu á Möðruvöllum, Otti Bjarni. Já, bara velkomin. Takk. Þú ert búin að koma þér hérna vel fyrir á samt konu og nýfæddri dóttur. Já, ég er búin að því. Hvað, og við. Fluttu fyrir hvað, 6 vikum eða? Já, svona cirka. Ég held við vorum að fá gáminn þarna í vikunni eftir Vestlunarmannahelgi. Við vorum hér á fullu að koma okkur fyrir bara reyna að vera komin inn fyrir fiskidag. Og hvernig kunnið við ykkur hérna í Hörgárdalnum? Bara æðislega, það er ofboðslega fallegt hérna og búið að vera geysilega vel og fallega á mót okkur tekið. Við vorum borin inn í orðsins fyllstu. Það kom hér dreif hér að nágrannar okkar og þau báru inn draslið okkar með okkur og svo að lokin þá vorum við bókstaflega borin inn. En áður en þú komst þá hafði verið prestlaust hér á Möðruvöllum í 2 ár og hafði verið töluverðar sviptingar hérna. Rifjum það eins upp, hvers vegna hafði engin prestur verið hér á Möðruvöllum? Já, gott að spyrja mann sem var ekki hérna. Sko, þetta var þannig að Sólveig Lára sem hér satt og var búin að vera í 12 ár, hún fékk vígslubiskups-embættið í Skálholti og þau hjón flytja þangað, hún og Gylfi. Og þá náttúrulega losnar þetta embætti hér og þá gripið til þess ráðs að sameina. Hríseyjarprestakall og Möðruvallarprestakall. Það stóð fyrir dyrum. Og með því átti sitjandi prestur í Hrísey, Hulda, að taka yfir bara prestakallið, nýstofnað og flytja með búsetuskyldu hér. En hún aftur á móti var bara vildi vera í Hrísey, búin að vera þar í fjölda mörg ár. Vildi bara búa þar áfram og þar náðust ekki samningar það, þannig að hún satt þar áfram og þetta var svona einhvers konar pattstaða, þannig að meðan að þessi mál voru leyst þá voru fengnir hingað aflýsingaprestar í 2 ár og því tímabilið sem lög svo í vor. Og þá var sem sagt stofnað bara nýtt prestakall hérna, Dalvíkur prestakall. Hvað nær það yfir stór svæði? Það er bara ansi viðfemt sko. Ef ég myndi telja í kirkjum, þá nær þetta alveg frá Grímsey og svo inn í Bakka í Öxnadal. Og allt í allt er þetta 11 kirkjur. Og fjölmörg sóknarbörn og mikið starfsemi þarna fer fram. Og við þessa sameiningu þá sko, það voru sem sagt hér 3 prestaköll sem að 3 prestar þjónuðu, Möðruvalla og svo Hríseyjar og Stærra Árskógs og svo Dalvíkur. Þetta er allt saman í 1 Dalvíkur prestakall og séra Magnús á Dalvík er áfram sóknarprestur og er bara sóknarprestur yfir þessu nýstofnaða prestakalli og ég er hinn presturinn. Það var mjög gaman í sumar einmitt að fjölmiðlar slóðu þessu þannig upp að eins og ég var að flytja til Dalvíkur. Þar sem Dalvíkur prestakall var náttúrulega til sem Dalvíkur prestakall. Og Magnús gerði ekkert annað en að svara því, þú veist, jæja Magnús minn og hvert er þú svo að fara? Og ég get ekkert annað en að leiðir þetta svo, nei, ég er ekki að fara til Dalvíkur, ég bý á Möðruvöllum. Þetta var pínu misskilningur. Þannig að við erum 2. En þú kemur hingað eiginlega bara alveg blautur á bak við eyrun, svo að segja, þú ert nýútskrifaður. Já. Það er ekki nema ár síðan ég útskrifaðist. Það var ára milli þess að ég útskrifaðist og að Agnes hringdi mig og tilkynnti mér að ég væri komin með brauð. Það er rosalega spennandi, ég er gríðarlega heppinn. Það komast svona fljótt að og tala ekki að fá að fara þangað sem ég langaði til að fara. Þið langaði að koma hingað norður? Já. Þú átt náttúrulega eftir að rekja Já, sko við hjónin erum náttúrulega bæði að norðan. Hún er frá Húsavík og ég er úr Aðaldal, þannig að við erum norðlendingar. Þannig að það þarf ekki að leggja það á nágranna mína hér og Dalvíkinga að þurfa að hlusta á sunnlensku. Þannig að ég get kveðið fast að fyrir þau í predikunum. Ég hugsa að þessu sé heppilegt. En þannig að og við eigum náttúrulega bara okkar öryggisnet mikið til hérna fyrir norðan. Ættingja og fjölskyldu og vini og bæði unni með leikfélag Akureyrar og ég leikst hitt á Dalvík og þannig við þekkjum okkur bara vel til. Við erum voða mikið komin heim. En talandi sér komið brauð, ég verð nú eiginlega að spyrja þig út í þetta brauð sem þú ert með hérna á borðinu. Hvað brauð er þetta eiginlega? Nú brýt ég brauðið. Sko, þetta skal ég segja þér er frá Þýskalandi og
ef ég les utan á þetta, eða ofan á þetta, þá stendur hér Die feine Karlsbad Oblaten. Þannig að þeir vilja meina að þetta sé oblátað og auðvitað sé þetta nú kannski ekki súr sem þú færið við altargöngu. Skoraðu að smaka. Við eigum þetta hérna heima. Við kallum þetta ískeks. Ískeks, einmitt, þetta minnir svolítið íslenska ískeksi, en vissulega þetta í skemmtilegri búning. Miklu. Ég mjög gaman að þessu. Passar vel með kaffinu. Mjög svo. Hörðu, en fyrst við erum komin hingað á Möðruvelli, þá finnst mér eiginlega að við verðum eiginlega að kíkja út, skoða kirkjuna. Ertu til í það? Sýna okkur hana? Ég er klárlega til í það. Smá næsti. Jæja, Oddur, þá erum við komin hérna í Möðruvallakirkju. Hvað myndirðu segja einkenni þessa kirkju? Einkenni? Ég myndi segja að hvað hún er stór, hvað hún er rúmgóð. Og svo finnst mér nú reynda bara einkenni bæði fyrir þessa kirkju og fleiri hér á svæðinu og í þessu prestakalli. Það hvað eru svo hlýjar og glaðar í litum. Þú veist, hér er mikið rautt og það er alltaf dökkt í þessum við, en semst ekki þungt heldur, svona glaðlegt og svo náttúrulega þessi dásamlegi stjörnuhiminn sem að vinkonu mín í leikfélaginu segir mér að þegar hún var lítill hér, foreldrar hennar voru í kirkjugarðinum, þá taldi hún stjörnurnar. Þannig að henni fannst ekki alltaf svo gaman. Einmitt, og það er nóg að þeim hérna, það endist alveg út, langar guðþjónustur. Já, ég held að maður þurfa að predika alveg ofboðslega lengi til þess að því dugi ekki tíminn til þess að telja þessar. En Möðruvellir, þetta er mjög sögufrægur staður. Hann er það og ég náttúrulega, svo skömm sé frá að segja það náttúrulega á ég eftir að hella mér betur í það allt saman. Ég veit Hannes Hafstein ráðherra, hvar fyrsti ráðherra er fæddur hér og hér hvíla náttúrulega Bjarni Thorarensen, Andmaður Skáld og Davíð Stefánsson og svo fleiri. Og hér náttúrulega er búin að vera, hér voru klaustur allt til síðaskipta frá 1296 held ég og guðmaður hvað hér náttúrulega, og svo náttúrulega allir brunarnir. Hér hefur verið gríðarlega óvarlega farið með eld í gegnum tíðina. Þannig að við margir förum yfir mjög að passa sem minni, slökkum öll ljós, mjög sjaldan með kerti og pinn og svona. En og þessi til dæmis kirkja, hún er byggð 1866 til 7 held ég, hér var hún brann 1865. Og bæði húsin hér úti voru endurreist 38 minni mig og svo framvegis, þannig að já, hér drýpur sagan á hverju strái. Gamli skólamestarinn frá UAFM, hann Bernhard, hann hringdi í mig hreinlega því ég var að keyra hingað í fyrsta sinn og sagði mér það að hann hefði verið með fjölda fyrirlestra hér og benti mér svo á það ef ég stæði á bæjarhlaðinu, það væri sama hvert ég horfði, ég sæi söguslóðir og svo þuldi hann upp í símann. Það passaði að hann talaði linnulaust frá Akureyri og þangað til ég var búinn að drepa bílnum hérna á hlaðinu og hann var alveg örugglega ekki búinn með alla sögustæðina. Þannig að ég þarf að fara að hringja í kallinn aftur og fá hann bara til að standa með mér á hlaðinu og segja mér frá. En ertu búinn að messa hérna inni? Ég er búinn að predika hérna. Það var mjög gaman. Hér er maður í sveit, almáttugur minn, Sveinn í Kálskinni, hvernig læt ég? Sveinn frá Kálskinni, hann tilkynnti mér það áður en messan hófst að hann væri með sérstakann passa frá Sólveigu Láru, hann mætti leggja sig í messu. Og ég sagði að það væri allt í lagi. Sá maður sem næði í messu, hún liði ekki illa með hann. Hann kom svo að kvartaði við mig eftir messu, predikurinn hefði verið það skemmtileg, hann hefði bara hreinlega ekkert sofnað. Þannig að það var, ég var bara mjög glaður með það. Er það ekki bara bestu meðmæli sem að prestur getur fengið? Ég held það, þó að það sé náttúrulega slæmt að ræna síðdegislúrnum, en hann lítur af að ná því bara seinna.